London, þegar ég hugst til London þá get ég ekki annað en brosað. London er nefnilega svo heillandi og ég var það heppinn að ég bjóð þar stutta tíð. Minn uppáhaldsstaður í London veitingastaður sem heitir Café de Ville og liggur í Little Venice hverfinu. Það er afskaplega skemmtilegur veitingastaður sem hefur verið byggður yfir brú og á sumrin þá gluggunum brennt frá, þannig að maður situr þarna bara í sólinni með kalt hvítvínsglas og horfir á skipin sigla fram og tilbaka undir brúna. Little Venice hverfið virkilega skemmtilegt hverfi sem fyllt af menningu og veitingastaðum og það er ekkert mál að eyða þarna heilum degi í Little Venice, eyða litlum pening en að fá stórgóða skemmtun út því. Svo finnst mér gaman að fara í leikhús og London er náttúrulega mikil leikhúsborg og býður upp á fjölda sýninga. En ég persónulega fer ekki í West End þar sem að það kostar svolítið mikið og nú erum við öll að spara. Þannig að ég fer í nemendaleikhúsin og ég fer á netið og fletti til dæmis upp á skóla eins og RATA, Royal Academy of Art and Drama. Þar hægt að sjá nemendaleikhússýningar á mjög góðu verði og hægt að kynna sér hvað verið að sýna á netinu og mæta síðan að kvöldi til og fá hérna bestu skemmtun úr. Þetta finnst mér sjarmur við London. Svo finnst mér rosalega gaman á góðum degi að labba niður á Covent Garden og horfa á mannmergðina þar. Það er mjög stutt í Soho-hverfið sem býður upp á fjölda allan af veitingastöðum ásamt krám og búðum og þar getur eytt heilum degi bara í að labba og skoða. Maður þarf ekki að eyða neinum pening, maður bara að labba og bara sjúga í sig menninguna og það sem að gerast þarna í hverfinu. Og það er svo heillandi. Þar á meðal má nefna Óbar. Maður getur setið þar og horft hverfið. Það er fullt af búðum og litlum galleríum og maður getur svo auðveldlega eytt þarna heilum degi í góða skemmtun og kostar ekki neitt. Svo á laugardögum þá boðið upp á ógeðslega skemmtilegan hlut. Það er markaðurinn í Camden. Það er ekki skemmtilegra heldur en að taka strætó eða lest upp til Camden og eyða þar heilum degi. Það er allra þjóðarkvikindi sem reyna að bjóða þær allt í sölu og það er mjög auðvelt að eyða þarna heilum degi. Þarna flýgur tíminn og ef maður er heppinn þá getur maður gert góð kaup fyrir engan pening. Svo er rosa gaman að taka heilsubót og göngutúr við í Eye of London sem er Parísarhjól og tekur þó nokkra í hvern vagn. Það er afskaplega hátt þannig að ég vil kannski ekki mæla með þessi fyrir loftrædda. En það er virkilega flott útsýni og gaman að vera þarna og skoða eða líta yfir Lundúni og miðbæinn. Talandi London, þá borgin svo stór og hún svo heillandi að það er endalausir möguleikar. Nefndu það, London býður upp á það. Ég geti verið þarna 365 á ári og aldrei gert það sama. London, hún heillar.